Jú komið sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðvarpið Sögu og Skoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersir Arnaldsson heiti ég. Og við erum Hlaðvarpið Sögu og Skoðun og við erum ættir hingað saman í 118. skipti. Komdu sæll Ólafur. Já, blessaður. Það bætist alltaf í þettinni hjá okkur. Já, hvað segir Ólafur gott í dag? Rest það er. Fallegur sunnudagsmorgun með 24 stiga frosti og 24 stiga frosti? Já, þannig ég ætla að setja hérna svona AdBlue á bílinn. Ég var búin að kaupa bara dunk. Frostlög? Nei, þetta er svona fyrir díselbíla. Þannig að það er að ganga hreinna. Þetta er eitthvað frá Evrópusambandinu, en allavega hana. Og ég var með þetta út í bílskur og ætlaði að setja á og það gekk ekki betur en svo að dunkurinn 10 lítra dunkurinn var gagnfreðin. Þannig að þetta er núna inn í forstofu að þiðina. Þú veit, 24 stiga frost, ég veist, skeðu ekki það? Já, svo þetta er kalt. En ekki að kaldast verður þetta 30, upplega 31, 32 stiga frost. Já. Það er kaldast sem ég hef upplifað hérna. En 24 askoti kalt. Ég skal segja ykkur það. Þannig að... En það fyrir nú kannski að líða jólum bráðlega. Já, ég er búin að kasta upp öllu jólaskrautinu. Já, ég var aðeins eftir. Þú er nú alltaf svo snemmi í þessu. Já, ég er búin að setja upp mörg þúsund ljós, þetta er allt talið á hverju serju. Einmitt. Langt komið. Já, við munum vera með jólaþátt núna hér í hlaðvarpinu. Við erum búin að tala um það. Já. Við höfum stundu gert það að vera með jólaþætti hér. Við vorum með jólaþátt 2021 og jólaþátt 2025. Nei, 23 held ég. Já. Þannig að það er fyrir að verða hefð hérna að það verið annað hvert ár. Annað hvert ár, já. En það veit ekki að ég gera meira því. Já. En já, við erum Hlaðvarpið Sögu og Skoðun sem fyrr og hér í Hlaðvarpinu Sögu og Skoðun komum við saman félagarnir og ræðum sögu og sagnfræðileg málefni. Við förum vítt og breitt kima sögunar hér í Hlaðvarpinu og við vorum í síðasta þætti að ræða saman Alexander Mikla og arftaka hans, hellenismann í Miðausturlöndum og í austurhluta Miðjarðarhafs. Nú þar á undan vorum við í kaldastríðinu og seinni hluta 20. aldar og í þættinum í dag ætlum við aðeins að halda okkur í forneskjunni, þó ekki kannski svartri forneskju og Alexander, við ætlum aðeins fram í tíman. Til miðalda. Já. Og málefni dagsins er nú heldur betur mjög miðaldalegt. En málefni dagsins er reyndar mjög svona mikið svona brú frá miðöldum yfir í nútíman, myndir ekki segja það? Jú, algjörlega. Það er það. Hvað ætlum við að tala um í dag? Já, spurning hvað maður kalla þá. Teftónsku regluna eða þýsku riddarregluna eða... Já... Það er eitthvað mismöndi nöfn á þessu. Ég hef alltaf kallað þetta teftónsku regluna. Mér finnst það alveg ægilega ljótt. Já, ég verð að segja það sko. Já, mér finnst það alveg að þetta er cool, en það er líka íslenska. Já, en sko þetta er alveg bæði til á íslensku. Já. Ég hef alveg séð bæði teftónsku riddararnir eða teftónareglan. En líka þýska riddarreglan og kannski svona yfirleitt er það orðið notað. Þýska riddarreglan og ég reyndar bara svona upp á fönn því ég googlaði hérna eða ég leitaði að sko orðinu teftónskur inn á tímarit.is og þá voru ekki margar niðurstöður. Nei. en þær voru eiginlega allar tungumála eða kynþátt, þetta er svona gamalt svona orðalag frá svona miðri 20. öld og fyrir hluta 20. öldar og svona. Jú, þetta er svolítið svona við komum að nota þetta orð líka hefur sem böggul. Það er svona þessi hinn teftónski kynþáttur eða svona hinn teftón, já og náttúrulega teftónsku tungumálin og teftónsku tungumála fjölskylduna og þannig sko. En ég sá ekkert referens í riddararegluna. Nei. En síðan eru þeir reyndar líka stundum bara kallaði Maríu-riddarar. Já. Þetta er þess að riddararegla, miðalda riddararegla sem á upphaf sitt í krossferðunum
og spila síðan mikilvæga rullu í þýskri sögu sem við ætlum að tala aðeins í dag en að því við erum á þessu þema, hvað að kalla þetta því að þú ert auðvitað með sko Mysterisriddarana líka og þú ert með Hospitaliers og þeir eru yfirleitt kallaðir Jóhannesarriddarar sko. Já, og þetta sefnilega svo flóki líka vegna þess að flóki, þetta eru svo bókatitlar 17. aldar til dæmis þar sem það bara, það eru heilu setningarnar sem titillinn á bókinni og það náttúrulega eins með þessar riddarreglur nú það þetta mikið fyrir, við erum hámiðöldum en til dæmis, ef við ætlum að segja hvað kölluðu þeir sér til dæmis á latínu þá var það Ordo Domus Sancta Maria þannig að þetta þá bara regla einmitt heilarar Maríu rétt, heilarar Maríu Teftonicorum Hierosol Limitanorum, mjög óþjált en allavega þetta er alltaf bara þá regla heilarar Maríu í Jerúsalem þýskra heilarar Maríu af Jerúsalem og þetta er svo óþjált að vera með þessu löngunöfn og það er einstaklega á þýsku þú veist, regla þýskra bræðra af húsi heilarar Maríu í Jerúsalem það er nú það sem veitum að kalla hana nákvæmlega, þess að koma svo styttingar og svo eru þú veist allar mismunandi nöfn þá alltaf, þú veist hver hefðin kannski, á hverjum stað en þýska riddarreglan er mjög einfalt og þægilegt það er mjög þægilegt og auðvitað lýsir þeim mjög vel sem eins og við munum tala eins á eftir núna þegar við tölum þá en náttúrulega út með þetta með Mysterisriddarana sem eru þá Knights Templar það er auðvitað orð sem er mjög auðvelt að yfirfara yfir á íslensku en með Jóhannesriddarana það hefur nú ekki verið hefð fyrir því að tala sjúkrahúsriddara þar en þeir hafa einmitt yfirleitt verið kallaðir Jóhannesriddara því þeir eru þá tengdir við Jóhannes postula það ekki? Jú, var það ekki en þeir líka með eitthvað svona langt óþægilegt nafn þú veist eins og ensku þá er þetta The Order of Knights of the Hospital of St. John of Jerusalem St. John, síðan er einmitt styttingarnar veitu hvaða St. John er það? Ég er ekki það, ég er ekki alveg viss hvað Jóhannes er að vísi ég þekki nefnilega þá reglu svo lítið maður getur nú algjörlega tala nú meira það var náttúrulega gaman að taka líka fyrir Jóhannesriddarana og Mysterisriddarana ekkert Já, þetta er og Jóhannes skýrari Jóhannes útskýrari, skýrari Já útskýrari, en já, þýsku riddararnir við ætlum að tala þetta fyrirbrigði í dag því þetta er auðvitað málefni sem ég sagði áðan þetta er málefni sem að tegir anga sína vítt þetta byrjar í heilögulöndunum og tengist auðvitað svona kjarnamiðaldasögu Evrópu eða vestursins og síðan sko færir þessi saga sig til Þýskalands og það sem er í dag Þýskaland og Pólland og síðan eru auðvitað þýsku riddararnir frægir fyrir það auðvitað að þeir voru leiðandi afl í þessum krossferðum í norðri það er að segja krossferðunum sem voru á miðöldum háðar gegn heiðingjum í Norður-Evrópu og í Norðaustur-Evrópu voru þar í bardögum við fólk í Eystrasalti það sem er í dag Eystrasaltsríkin og Pólland en hvernig eigum við að byrja þetta, Ólafur minn? Hvað er best að byrja? Við byrjum í heilögulöndunum við verðum eiginlega að byrja þar og krossferðinar og þegar að sko, þessi regla er stofnuð þá er liðið dálítið á krossferðinar reglan er stofnið svona fyrirennari reglunar að þetta tók átti sérstláttinn aðdraganda fyrirennari reglunar er stofnað 1190 og svona, við erum alltaf að tala áður krossferðinar þannig að þegar við erum komin þarna hvað 1190 fyrsta krossferðin átti sér stað þarna 1097 þá lögðu þeir af stað og þarna upp úr 1100 var náttúrulega búið að mynda þá þarna krossferðaríki og þegar komið þarna rétt fyrir 1200 þá náttúrulega var þetta konungsríki í Jerúsalem og krossferðaríki búið veikjast töluvert þannig að það var þá umsátur við Akka eða hvað við viljum kalla þetta
sem þá borgið mitt í það sem Ísrael í dag, norðarlegi Ísrael, og það var þetta umsátur þarna 1190 og fyrir hennar reglunar settu þó laggirnar einmitt á sjúkrahús. Það er bara svo áhugavert með þessar riddarreglur, bæði þýsku riddarregluna og musterisriddarana og svo auðvitað Jóhannesriddarana líka, að þeir voru náttúrulega mjög uppteknir líka af góðgerðarmálum og sérstaklega þó sjúkrahúsum. Já. Og þá voru settur stofnaður þarna svona hálgert sjúkrahús það mitt fyrir þá hermenn fyrst og fremst, hermenn sem voru að taka þátt í krossferðurunum og berjast gegn múslimum. Og þeir einbeittu sér líka þá sérstaklega að huga að þýskumælandi mönnum. Það er alltaf hlutaði á hvað þetta þýska orð kemur. Já. Og þetta var þá svona bræðralag, svona munkabræðralag, og svo hægt og rólega svona vindur þetta upp á sig og þeir ná að stofna þá svona riddarreglu, en síðan voru alltaf deilur á milli þeirra, bæði þýsku riddarreglunar og musterisriddarreglunar, hver væri leiðandi og hver myndi þá fylgja, og líka getum við sagt að stór hluti að sögu þessari reglu snerist líka sig að deilur á milli páfa og keisarans, keisara þá þýska ríkisins. Já, heila rómanska ríkisins. Já. Því það er náttúrulega það sem náttúrulega einkennir líka þessa krossfararsögu, náttúrulega líka sundrung á meðal kristinamanna og valdabröld og deilur. Það er mitt. Og síðan líka, til þess að setja þetta líka í samhengi, regla byrjar þarna 1190 cirka, og svo líða ekki nema 100 ár, og þá falla krossfararíkin endanlega, og þannig að þetta er svona 100 ára saga sem þýska riddarreglan á sér í Ísrael, það sem í dag Ísrael og heilu löndunum. Einmitt. Og síðan náttúrulega í kjölfur á því náttúrulega síðan mikið lengri saga, og það náttúrulega það sem hangir saman ástæðan fyrir því af hverju þungamiðjan færist síðan einmitt þetta norðaustur og áhersla verður á Eystrarsalt. Og þeir fá allt annan brag heldur en hinar riddarreglunar. Já. En þetta er aðeins að tala um þessar riddarreglur mjög áhugavert fyrirbrigði. Þú veist, auðvitað þú segir, við erum með þessar krossferðir og þú veist, í stuttu máli getum við sagt að þú veist með, í þessu samhengi getum við talað um fyrstu, aðra og þriðju krossferðina sem skiptir máli. Já. Fyrsta krossferðinu auðvitað er krossferðinu sem við tölum um hér til hlaðvarpinu, mjög skemmtilegu tvöfaldi þáttu sem við tölum um fyrstu krossferðina. Þar sem að þeir stofnuðu krossfararíkin eins og kemur inn á. Síðan kemur Saladín, leiðtogi múslima, og hann í rauninni slær krossfararíkin bara algjörlega út af borðinu, sko. Já. Þannig að þegar það komið fram á 1100, seinni hluta 12. aldar, þá er svæðin sem að krossfarar halda í heilulöndunum orðið mjög lítið. Það er í rauninni bara í kringum, Trípoli og þar norðan við í því sem í dag, er það Sýrland eða er það Líbanon? Held Líbanon. Þess ekki Líbanon. Já, held Líbanon. Smá landræma þar við ströndina sem að krossfarar halda, og það sem búið að gerast auðvitað á þessum tíma er að það náttúrulega streyma pílagrímar inn í heilulöndin, og það er þá fólk sem að koma til að skoða þessa heilugu staði. Hvernig var þetta aftur? Sögðu við að var gerð krafa að allir kristnir menn ættu að fara í eina pílagrímsreisu, eða er ég að rugla sama við múslima núna? Já, það er blandað múslima, það er ekki krafa. Nei, það er ekki krafa, einmitt. En það þó, sáluhjálp í því. Já, það hjálpar, einmitt. Þannig að það voru margir sem voru að fara í þessa pílagrímsreisur, og það var kannski meðal annars ein af bara mjög stórum, mjög þunga ástæða bak við bara allt uppátæki til að byrja með. Það var að vernda pílagríma, sem að vera ástæðan fyrir að fóru í þessa krossfara leiðangra, og svo eftir fyrstu krossferðina bara fara allir krossferðinir heim, og þá eru þetta konungsríki í Jerúsalem og krossfararíki svolítið óvarið. Þá koma þessir
koma þessar rittarareglur svolítið sterkt inn til þess að einmitt að verja ríkið og verja pílagríman og það þá musterisrittararnir sem eru fyrsta reglan sem stofnuð og þessi svona, svona þessi best þekkta það eru þessir krossfarar sem að ef þú googlar Crusader eða eitthvað þá færðu mynd af musterisrittara það eru þessir sem eru með hvít hvítum kubli með rauðum kross og síðan ertu með þá eins og þú segjum sjúkrahúsrittarana eða Jóhannesrittarana sem að koma aðeins aðna setna og fókus aðeins meira á sjúkrahúsinu en báðar þessar reglur auðvitað eru bæði í hernaði og í góðgerðarmálum eða líknarstarfi og það er svolítið svona það sem þessar reglur gera er að þetta er náttúrulega sko, hugsunarhátturinn er svo fjarlægur auðvitað frá því sem að maður einhvern veginn, þetta er svo rosalega trúalegt af því þetta er rauninni munkareglur sko. Þetta eru munkareglur. Þú veist, þetta er rauninni vopnaðir munkar það er það sem þessar stríðsmunkar, já af því að þeir byggja þetta, þú veist, þessar reglur eru byggðar á svona benediktískum grunni þannig að þegar þú ætlar að ganga til liðs við rittarareglunum þá þarftu sko að taka upp svona benediktískan lífstíl og gerast í rauninni munkur og það þýðir þú þarft að segja frá þér öllum þínum eignum, þú þarft að sverja eið að lifa lífi fátæktar og skýrlífis og mjög strangar trúarreglur hvernig þeir átt að haga sér og mikil áhersla síðan líka á herþjálfun og þetta náttúrulega voru úrvalshermenn á þessum tíma og eitt svona rittari var á við marga venjulega hermenn þannig að þessum líka áhersla þó að þessi rittarareglur séu kannski ekki mæta nema bara með nokkur hundur rittar eða hvað það er, þá var það alveg brjálæðislega mikill kraftur í svo litlum hóp og þetta eru gaurar sem að kannski koma frá oft aðals fjölskyldum í Evrópu sem eru kannski ekki sem eiga kannski ekki lönd hafa kannski verið óhefnir í erfðaspilinu og vilja kannski geta og eiga kannski eitthvað pening og eiga eitthvað smá eignir en ekki eitthvað stórar eignir sem kannski geta komið þarna og láti gott á sér leiða með því að ganga til þess við rittarareglu en síðan er þriðja krossferðin hún er 1180 um 1190 því önnur krossferðin hún náttúrulega er misheppnuð tilraun til að ná aftur Heilögulöndunum eftir að Saladín er búin að taka bróðupartin af krossfararíkjunum þannig að flash forward á þriðju krossferðina sem var í rauninni aðeins mikilvægari upp á þetta að gera að hún hafði aðeins svona meiri varanlegri afleiðingar að þar fara sem sagt stórnöfn við erum að tala um Friðrik Barbarossa heilagur rómverski keisarinn Rauðskeggi ég har að kalla það við erum ekki fyllar að kalla rauðskeggja en Barbarossa var það sem það þýðir það er sem það þýðir og svo erum við með Ríkard Ljónshjarta sem er náttúrulega þessi frægi enski konungur og voru ekki fleiri þarna kongar einhverjir og var ekki franski líka, Philippus annar eða eitthvað stórnöfn og þá í rauninni í þessari krossferð sko þá náðu þeir að vinna aftur stóran hluta af Heilögulöndunum því þarna eru múslimar afturótnir tvístræðir Saladín er náttúrulega ekki lengur til staðar og þeir ná þarna allri strandlengjunni alveg niður að Askalon sem er nálagt Gaza og ná einmitt Acre sem að verður svona þessi svona, hvað við segja, svona de facto höfuborg konungsríkisins Jerúsalem að því að þeir ná í rauninni aldrei aftur í Jerúsalem að neinu viti þeir ná inn aftur í eitthvað smá tíma en það er ekki, við getum alveg það er önnur saga svo sem við getum talað um í öðrum þætti önnur saga og það sem er svolítið áhugavert með þetta sko er að það hefur alltaf verið svona franskur fókus á þessar krossfarir skilur þú veist, fyrsta krossferðin þetta voru stórum hluta franskir aðalsmenn og þessi gaurar sem voru að fara þessi rittarar sem voru að koma þetta voru mikið frakkar og musterisreglan og Jóhannesrittararnir eru svona að stæstum hluta frönsku mælandi rittarar sko
Og til dæmis bara skjóta en að múslimar kalla á alltaf franka. Einmitt. Það þeir líta á þetta er bara franskir menn. Já, og Austrómverja líka eða ekki? Jú, alveg rétt. Þeir kalla líka bara frakka. Já. Eða frakka, já. Eða eins og Anna kom neina, var ekki hún sem talaði kelta? Jú, kallaði kelta. Og svo það er sko þjóðverjar eða fólk frá heila Rómverska ríkinu eru að koma svolítið synd inn í hennan pakka. Já. Og það er auðvitað meðal annars út af því að það er búið að vera svona leiðindi á milli páfa og keisara. Þeir eru búin að vera í deilum, eiginlega rómverski keisarinn og páfinn. Þannig að það er ekki fyrir í þriðju krossferðinni sem að fara að koma og þá náttúrulega Friðrik Barbarossa, Þýskalands keisari, náttúrulega leiðir þarna gríðarlega stóran her inn í það sem í dag Tyrkland. Litlu Asíu, já. Og hann gerir það nú meðal annars til að sko að því það er búið að excommunicate hann eða ekki? Jú. Hann er náttúrulega í deilum hann við páfa. Já. Þannig að hann ætlar að fá aflausn og sættast við páfan með því að gera þetta. Og bjarga sálu sinni. Já. Hann var nú ekki kápun því klæðinu kallinn. Nei, ég veit ekki hvernig maður orða hefndist fyrir og druknaði þarna. Já. Hvað kallar þetta alltaf í Bandaríkjunum hérna svona náttúruhamfarir? Act of God? Nei, ég var ekki. Þetta er í hérna tryggingageirunum og svona. Þeir voru ekki tryggðu, það er bara eitthvað svona. Já, það er kallt eitthvað þannig hvort segja Act of God eða eitthvað slíkt. Það var margir þetta sem litur svo að það væri Guðs vilji að hann myndi ekki komast til heilu landana því hann druknaði á leiðinni. Já. Og þá fóru þetta alveg stór hluti af krossförunum hans. Það er svo gott dæmi bara tilvílanir í sögunni. Einmitt. Hesturinn hans, hann situr á hestinu sínum og fara hann yfir ána og hesturinn með einhvern veginn rasar. Þannig að hann er í þungri brynju og dettur af og druknar hann. Einmitt. Hugsaði þér hryllingin maður að liggja í ánni sko í þungri brynju og komast ekki upp og finna hvernig þú bara sekkur undan henni maður. Legt. Og þá einmitt sjáum við hérna líka tilvíðinni í sögunni því það var alltaf stór hluta af þýska hernum fór þá bara tilbaka og sumir hafði þetta velti fyrir sér, þú veist, ef Friðrik hefði verið þarna með allan herinn sinn, þú veist, hefðu menn þá getað náð ennþá stærri árangri í þriðju krossferðinni, en þetta er, þú veist, maður veit náttúrulega aldrei en það er alveg að færa rök fyrir því. Já, hann var náttúrulega með einhverja 12-15.000 manns með sér. Já, einmitt. Og ég held að meir en helmingurinn hafi farið, sko. Já. Snúið við. Einmitt. Hinn helmingurinn hélt áfram með sinans. Já. Og það er einmitt líka, og þetta er ekki saman líka á stofnun reglunar, því sonur hans síðan, þegar að hann hafði þá, lokið sinni krossferð, þá hélt hann tilbaka og kom við þá einmitt í, það var ekki á Sikilei eða allavega á Suður Ítalíu, og það var oft siglinguleiðin var þá Ítalíu. Já. Og þar veiktist hann, eða hvort hann hefði veikst aðeins fyrr, en hann allavega lést síðan. Já. Og þessir þá fyrirrennara reglunar, eða svona upphafsmenn reglunar, hugsuðu hann einmitt þarna undir lokin. Þannig að hann ánafnaði þeim töluvert af eignum og það allir var svo stór hluti að af hverju þessi riddarregla óks svona hratt og var svona sterk. Það var náttúrulega bæði náttúrulega út af því hún var náttúrulega með þessi tengsli við það sem í dag er Þýskaland og svo líka þessi, tilviljun að hann hugsaði þarna náttúrulega þá erfingja krúnunar eða keisaran og fekk þá fullt af gjöfum sem þetta vatt upp á sig. Því það er núna erum við búin að nefna hvað 3 svona riddarreglur og það voru mikið fleiri riddarreglur, það var líka til ykkur ensk riddarregla og það voru riddarreglur á Spáni og Portugal og hér og þar reglur sem ég man ekki eins og hvað heita en það allir með svo var eitthvað sem var líka alveg þetta lít á allar þessar óþekktu riddarreglur miðalda. Já, og þessar riddarreglur eru náttúrulega það er páin sem að sanksjónera þetta. Já. Þær heyra í rauninni bara undir páfan. Já. Þannig að svona það getur ekkit hver sem bara sagt ég ætla að stofna mér riddarareglu hér. Hún þarf að vera formlega stofnuð með leyfi páfans og páfinn veitir reglunni forréttindi. Já. Og henni eru setta reglur og hitta þetta. Já. Og mér finnst þetta svo ótrúlega ávart sem ég búin að hugsa mikið þegar ég verið að kynna mér þetta. Þetta náttúrulega ekkert annað en bara fyrirtæki okkar tíma. Þetta er það. Og það er það sem er svo ávart vegna þess að
sko okkur finnst þetta sjálfsagt úr sett með fyrirtæki og þannig, en sko fyrirtækja hugmyndin náttúrulega bara einstök í sögu mannkins vegna þess að þú ert ekki með, það finnast ekki svona fyrirtækja hugmyndir annar staðar í heiminum, í Mið-Austurlöndum eða í Kína eða hvað það var, verslun var alltaf persónuleg og einhverjir verslunum menn gáttu verið að vinna saman, þetta var satt alltaf persónulegt og mynda persónuleg tengsl og þú þekkti þennan og allt öðruvísi á meðan að það vex upp þetta sérkennilega fyrirbrigði okkur sem eru munkareglurnar sem eru líka bara fyrirtæki, bara ópersónulegt fyrirtæki. Svo ertu með þessar riddarreglur og svo ertu með allavega sko samninga og lög og batteri í kringum allavega svona og svona þetta líka, þú veist, viðskipta bara fyrirtæki og samningar og slikt og þetta náttúrulega stór hluti af kapitalismanum og þessari samfélagsmynd sem við búum við í dag, þú veist, þetta á allt rætur sem er ekki til miðalda. Fyrir Rómverja hefði þetta alveg óskiljanlegt. Já, þetta er mjög góða punktur hjá þér, sko, það eru 2 þættir í þessu sem mitt eftir í hug sem að tengist þessu. Fyrsta lagi, þegar maður hugsar riddarareglurnar og þá kannski sérstaklega þýsku riddarareglurnar sem einhvers konar svona fyrirrennari nútíma fyrirbæris í miðaldasamfélagi eins og þú ert að nefna sem fyrirtæki sko. Fyrsta lagi þá sumir hafa lýst þessu sko í rauninni bara við nútíma góðgerða samtök. Já. Það sem að sko hvernig reglurnar voru fjármagnaðar á stórum hluta var að sko ríkt fólk í Vestur-Evrópu gaf pening til reglana eins og þegar við erum að gefa pening til Rauða krossins eða við erum að gefa pening í krabbameinsfélagið eða við erum að gefa pening til einhverja sem eru að vinna á Indlandi að hjálpa fátækum börnum eða eitthvað, við borgum þeim pening og þau nota peningin síðan til að hjálpa fátækum börnum á Indlandi, skilurðu. Já. Og að mörguleiti er þetta sama fyrirkomulag sko að riddarreglurnar fjármagna sig svona og þau vinna, þú veist, þannig að það eru sendiboðar skilur sem fara út alla Evrópu og safna peningum á þennan hátt og það hefur verið bent á það allir að þetta var að stórum hluta svolítið svona PR-verkefni sko að þú veist, að halda uppi sko ímyndinu það góða starf sem að þessar riddarareglur eru að gera já. Á átakasvæðum þar sem að kristindómurinn er undir undir þrýstingi já. Og það þarf að hjálpa fólki og hjálpa kristnum og svona og fá fólk til að gefa, skilurðu. Og líka að meira sko dóminísku bræðurnir, þetta dóminíska reglan, þeir til dæmis voru stundu fengnir til þess að predika krossferð. Já. Og það var líka, þú veist, það voru skýrfilmæri frá páfanum, kom hvað sér sendibóði eða bréf frá Rómaborg, núna vantar þýskuritturunum fleiri menn, dóminíska reglan núna til því að predika krossferð og líka bæði til þess að fá gjafir en líka til þess að fá bara fleiri riddara og stríðsmunka inn í regluna. Já. Og mér þetta er svo áhugavert að þetta er svo flókið, það er svo mikið skriffinnska í kringum allt svona og það er reglur í kringum þetta allt og þetta sjáum við náttúrulega líka bara eins og að segja, þarna sjáum við vísið það í nútímanum. Já, og svo líka þetta sko að ef að þeir sko einhvern veginn missa svona þetta goodwill skilur eða missa svona ímynd sína þá gefur fólk ekki pening alveg svo ef að eitthvað góðgera starfi í Indlandi sýnir sig að þeir eru að þú veist misnota féð og þá gefur enginn í það skilur og þetta hefur verið nefnt í tengslu við til dæmis musterisriddarana sem að voru sko önnur saga en sú hreyfing hún féll mjög hratt af mjög háum stalli þegar frakkakonungur fór í setti sig upp á mótið þeim og lýsti þá yfir sem villutrúamenn og djöfladyrkundur og eitthvað og það endaði með því skilur að þú veist, ég vil ekki vera að gefa peningi í einhverja reglu sem að eru kannski djöfladyrkundur skilur, hvað? Dyrkar bara Baphomet. Já. ekki minn Jesúm. Þannig að þetta er svona ákveðið svona dæmi og svo er hitt í þessu sem er dettur í hug líka að þú ert að nefna svona fyrirrennara nútímans það sem hefur verið talað hvernig þessar riddarareglur voru reknar sem eru öðruvísi heldur en annars konar hernaður á miðöldum er það sko að þú ert riddari
þú ert hérna ungu maður sem á einhverjar eignir og þú kannt að berjast og þú ákveður að ganga til liðs við riddarregluna, þá kemur þú og þú sem sagt gefur allar eignir þínar til reglunar og allar eignir þínar og allar eignir allra verða að eignum reglunar og síðan færð þú úthlutað frá reglunni allt sem þú þarft skilurðu. Þannig að riddarinn sko, hann kemur ekki svo í venjulegum miðalda hernaði skilurðu með sinn hest og sitt sverð og sína skjaldsveina og sitt fylgdarlið sko með hans skjaldamerki eða eitthvað, heldur fær hann úthlutað standard issue sverði skilurðu og hann fær úthlutað standard issue skildi og fötum og hann býr skilurðu í herbúðum með öðrum riddurum þar sem allir eru jafnir í einhverju hierarkí og þetta í rauninni sko ekkert öðruvísi heldur en bara nútíma her einmitt, já þú veist, og þeir lýsa þessu þannig að ég meina þeir tóku þessu svo alvarlega með til dæmis að þú ættir ekki eiga neinar eignir og svona, þú veist að menn voru með svona sinn persónulega svona kistil við rúmið sitt þar sem þeir geymdu sínar eigur og hann mátti ekki vera læstur til að passa upp á það að þeir myndi ekki freistast til þess að eignast einhverjar of verðmætar enga eignir en þarna sér maður fyrir sér sko, þetta rauninni bara svona nútíma hermenn í einhverjum barraks sko, með sinn litla footlocker sko, kistil þeir eru með sitt dót sko. Já þess vegna svo áhugavert að kynna sér þessa reglu og þetta er náttúrulega líka auðvitað hluta því af hverju reglan var svona öflug af því að þú ert náttúrulega með svo mikið skriffinsku batteri og bakvið regluna af því að reglan egnaði síðan þá auðvitað eignir allt það sem dag er Þýskaland og Tékkland og Austurríki og já bara mið-Evrópa og síðan var líka og þú nefnir þetta með ímynd af því ímyndinu þetta var svo mikilvæg og það sem var líka hluta því okkur þessi riddarregla lifði af fall heilulandana var nú það að ímyndinu var sér mjög góð og til dæmis var áhugavert að konungur Ungverjalands bað regluna aðstoð svona þetta leyti sem heilulöndin voru að falla og þá til dæmis fenguðu land það sem í dag er svona Transilvania og það svæði í Rúmeníu og þá sér maður líka munin þarna sko stýrði konungur Ungverjalands eiginlega ekki þessum löndum hann hafði ekki stjórn á þeim á meðan að riddarreglan kemur og þeir fara strax að byggja kastala og skipuleggja þorp og fá fólk til þess að flytja til sín fá landnema frá Þýskalandi og þá bjóða þeim auðvitað, þú veist, góð kjör þú getur fengið landskeka hérna og þú rektar svona og borgar þetta í skatt við erum hérna með kastala, við skulum verja þig gegn steppufólkinu sem býr hérna austamegin við okkur og er búin að vera ógn á Ungverjalandi og það var líka hluti að því af hverju konungur Ungverjalands vildi fá riddarana til sín þannig að þeir fá fljótt líka reynslu í því að leggja undir sig svona villilendur eða svona óstjórnarsvæði einhver nú erum við að tala sko snemma á 13. öld 1200 og svona cirka 1210 til 1225 á þessu tímabili en það sem er samt áhugavert er að síðan varð konungurinn afbrýðisamur og réðst nú gegn riddurum og hræktið út úr Ungverjalandi en hann fekk nú skammi fyrir frá páfanum og það er náttúrulega líka svo áhugavert þetta með miðaldasögun alltaf, að þú ert alltaf með þessi tvær valdastofnanir, það er annars vegar hvort sé konungur eða keisari eða hvað hann er og svo ert alltaf með páfan í Róm og svo ert alltaf með, þú veist, lögfræðingana og réttin og allt slíkt og þetta er eitthvað sem þú veist, fannst ekki í löndum múslima eða í Kína eða hvað er svona áhugavert að sjá þennan mun en það er alltaf sem leiði til þess að þegar þeir eru sér hræktir út úr Ungverjalandi líka og það sem er dag í Rúmenía að þá varð þungamiðjan algjörlega þarna þess að norðaustur hluti Evrópu og að því að líka til þess að bara búa til við höfum gott að nefna það fyrir sko, hvernig sögusviðið var er að sko megin ástæðan fyrir öllum krossferðunum var auðvitað svo að Evrópa hafi verið undir pressu frá hinum og þessum menningarsamfélögum og trúarhópum yfir lengri tíma og þegar við erum komið fram til 1000
og upp úr því að þá var búið að stoppa mikið þessari pressu og kristnuríkin voru farin að snúa vörn í sókn, þannig að þú ert þá með þetta kristnuríkin í norðurhluta Spánar og endalausar krossferðir út á Spáni og Portugal. Þú varst auðvitað með endalausar víkingaárásir í norðri, og það var búið að kristna loksins víkingana eða norrænu þjóðirnar 1000, Ungverjarnir voru líka kristnaðir 1000, en þá varstu samt auðvitað með steppuþjóðir sem voru koma frá því sem í dag Úkraína og Rússland sem voru ógn. Þú varst auðvitað með Litáa og þú varst með Prússa og hinir og þessar slavneska þjóðir í Austur-Evrópu sem voru líka ógn við þennan kristna heim. Og svo náttúrulega ekki minnst varst auðvitað með Tyrki og hinn og þessa íslamska hópa náttúrulega í allri sem ógnuðu allri Suður og Suður-Evrópu og Balkanskaganum. Þannig að kristindómurinn, og það náttúrulega var hugtaki sem var alltaf að nota á miðöldum, það var ekki talað Evrópu eða neitt, það var alltaf talað auðvitað kristindóminn. Og það var þá ekki bara við trúna heldur líka landsvæðin og alla þessar þjóðir. Var í vörn yfir lengri tíma, og þegar þarna komið fram, þarna loksins búið að snúa vörnin í sókn. Og þetta nefnilega svo mikið að hafa þetta í huga, því þetta gegnum sýrðu þetta samfélagi, það voru krossfarir allstaðar og víglínur á mörgum stöðum. Og víglínur sem þurfti að verja, og upplifun var líka að það þurfti að verja, það þurfti að fara út í stríð til þess að kristindómurum myndi ekki, kannski djúpt í árin að tekja, en myndi ekki drukna og falla. Og á tímabili var alveg ógnin svo mikil. Já, ég myndi alveg segja að það sé ekki djúpt í árin að tekja, ég meina, þú veist, ef þú lítur á kristindóminn eða þú veist þetta menningarsvæði, þá það náttúrulega gamla Rómaveldi. Þannig séð, og ég meina múslimar eru búinir að taka helmingin af því svæði. Og þar á meðal auðvitað búið að taka öll höfuðból hins kristna / rómverska menningarheims. Það að segja, þú veist, Egyptaland, Palestína, Antíókía, Alexandría, Jerúsalem, þú veist, þessi kjarnasvæði, það sem að kristindómurinn var til, skilur, það sem að, og ekki bara heilöglöndin en að gæsalappa það sem að Jesús var, heldur auðvitað líka það sem að kirkjan verður til, það sem öll þessi rit eru skrifuð, það sem öll þessi kirkjuþing voru, og svo þetta bætist við að náttúrulega að Konstantínópel, skiluru, er hægt og rólega fyrir vestur Evrópumönnum að breytast í villtrúamenn, Einmitt. Þannig að þú veist, þetta er svona ég held að sé alveg mjög góð lýsing að lýsa því þannig að ef maður lítur á kristindóminn sem heild, þá er hann undir þrýstingi, og á þessum tíma eru þessi samfélög að svolítið svona snúa vörn í sókn, allavega gagvart framreið Íslam. Mér finnst það pínu svona, þetta kannski tala meir það kannski eftir, en þessar norrænu, eða hvað við segja, þessar krossferðir í Norður-Evrópu svo gegn heiðingjum, mér finnst það vera aðeins, mætti ræða aðeins meira hvernig menn réttlæta það, því að það er miklu meira offensiv, þarna ertu í rauninni að segja hér, og jú, þeir spiluðu það alltaf upp þannig að þessi lönd væru að Prússar og baltnesku þjóðarnar væru að herja á kristna bændur, og þeir voru notuðu náttúrulega þrælahald sem þessir sem kirkja notaði mikið, og krossfararnir notuðu mikið sem ástæðu til þess að fara í þessar krossferðir, en svona í praxis þá þetta í rauninni svolítið árásárgjarnt batteri, þú veist, að ráðast á fólk og þvinga upp á það trúna. Já, algjörlega. Og alltaf það sem voru að gera þarna í Austur-Evrópu, þar alltaf var auðvitað árásarstríð til þess að kristna þessi svæði, og ekki það, þú veist, það var sama saga og alltaf á Norðurlöndunum, kristning Dana og Norðmanna og Svíja og allt þetta alltaf var allt trúnum að þvingað að ofan með kristnum víkingakonungum. Og svo því náttúrulega haldið áfram að það frá austar, og til dæmis Danir auðvitað hafðu verið í krossferðum í Íslandi, og þessi þýska regla auðvitað fer mikið þangað vegna þess að þetta er náttúrulega samið þetta eins og allt annað sem við kemur manneskjunni, að það er náttúrulega margar ástæður. Jú,
trúarlega ástæðan auðvitað mikilvæga ástæða en þú ert líka með yngri landlausa syni sem þurfa einhvern veginn að lifa af og eru atvinnuhermenn og hafa þessa eiginleika þannig að þá upplagt að beina þessu inn á einhverja braut og fara út í hernað og það er náttúrulega grundvallaratriði í krossferðunum almennt auðvitað að þú ert að beina allir þessari ofbeldissneigðu orku sem í germanska stríðssamfélaginu einmitt, þú veist, þetta eru þessi stríðsmannadýrkun sem í þessu germansku og norrænu menningu þú veist, þú deyrið í orustu skilur og svo ferðu til Valhallar og heldur áfram að berjast bara það er draumurinn sko. þannig að þú veist, og þetta erfaði þetta náttúrulega frankar og þú veist, englendingar og allir þessar afkomendur germanskra þjóða einmitt og þá náttúrulega hægt og rólega þá byggjast það náttúrulega upp þessi öfluga riddararregla hérna í þá því sem dag Pólland og leggja þá undir svo út á lönda því að heiðingjarnir þarna einhvern veginn hvað að segja svona frumstæði samfélög þau áttu mjög erfitt að berjast við þungvopnaða riddara sem voru svona skipulagðir og atvinnuhermenn vegna þess að þetta í Austur-Evrópu þetta voru fyrst og fremst þetta bændur eða einhverju hirðingjar eða eitthvað slíkt sem fyrst og fremst bændur lítu atvinnuhermenn allavega stór hluti af því af hverju þýskur riddarreglun gengur svona vel gegn þeim en svo náttúrulega þetta hægt og rólega sem gerist þetta eftir því sem að þessa þjóður náttúrulega taka síðan upp kristni þá náttúrulega verður erfiðar að halda áfram að berja á þeim og berja á og leggja undir sér fleiri lönd en þá sér hann náttúrulega líka hina hliðina á þessu að megin ástæðan var auðvitað trúboðið en meira sér eftir að Litáar tóku upp kristni og þeir, ef mann réttur svona einn síðasta þjóðin til þess að gera það í Evrópu þá heldur samt þýska riddarreglan ennþá að berja á þeim og þá sökuðu þau það að þetta var bara í nösunum á þeim þeir voru ekkert alvöru kristnir Hörðu þú nefndir einn áðan sko þetta með keisaran og kirkjuna sem var svona grundvallar stef í sögu Þýskalands á miðöldum alltaf til staðar einhvern veginn þessi tvíhyggja og þýska riddarreglan auðvitað alveg tala beint inn í það að hún þýsk sko og leggur áherslu á þess að þjóðurnislega þátt í þessu einhvern veginn að þú veist við erum hérna í Heilögulöndunum að sinna þýskumælandi krossförum og góð tengsl við heila rómverska keisaran en á sama tíma við ekki hans undirsátar við heldur heyrum við undir páfan og hér auðvitað mjög svona þunn lína sem að maður þarf að dansa eftir þegar maður í þessari aðstöðu og það sem stór hluti af því af hverju þýsku riddarreglunni vex fiskur hrygg og hún nær að komast í þessa aðstöðu sem hún kemst í þarna í norður Evrópu sko út af mannlega þættinum það Hermann von Salza sem var stórmeistari reglunar á 13. öld og oft talinn svona faðir, svona founding father reglunar, hann svona mjög áhrifamikill leiðtogi og sumir hafa sagt að þú veist, þetta svona, hér mannlegi þátturinn að spila sterkt inn í sögulega þróun því hann var víst sko mjög góður diplomati var víst svona hans sterkasta hlið og hafði langar reynslu að því að vinna fyrir bæði páfan og keisaran og málamiðla og svona og hann einhvern veginn setur regluna svolítið í þetta hlutverk einhvern veginn að hann getur náða að spila á báða og koma sér í þessa góðu stöðu sem hann kemst í stundum hefur auðvitað verið nefnt að ef þú ert með 2 yfirmenn þá ertu með engan yfirmann það þetta það góður punktur og það einmitt áhugavert að þarna að sjá við að þessi riddarreglu að laða að sér mjög hæfileikaríka menn og auðvitað kannski það náttúrulega líka auðvitað tilviljun en engu að síður þú færði þennan hæfileikaríka mann sem nær þá einmitt
svona sigla skútunum þá með á milli keisarans og pávans Já, á sama tíma sem það þetta tómarum auðvitað í norðaustur Evrópu þannig að riddarreglunum var háð því að var þetta háð velvilja náttúrulega auðvitað pávans upp á það að hafa þessa löggildingu og líka háð velvilja keisarans upp á það að fá lönd og ívilnanir og slíkt og svo náttúrulega rými sem hægt var að þenjast út í sem þá auðvitað var það sem í dag Pólland og Litáen og svo fléttast líka inn í þetta hluttegin eins og að einhvað af þessum bæjum þeirra til dæmis tilheyrðu Hansa bandalaginu já, þannig að þeir voru líka tengdir sko sterku verslunarneti í Norður-Evrópu og Hansa verslunarbandalag náttúrulega var langsterkasta verslunarbandalag í Norður-Evrópu á sínum tíma þannig að þeir komust í mikið af gulli og silfri þannig að og við sjáum það til dæmis í því að þessi riddararregla var það rík og öflug að stærsti kastali í Evrópu í dag Marienborg kastali í Pólandi var til dæmis byggður af þeim einmitt svo hann hefur verið bætt við hann og svona í setni tíma en hann byggður þetta feiki öflugt virki og byggðu mikið af köstulum og virkjum einmitt úr þá einmitt steinum og múrsteinum og slikt Já, maður þarf að fara til Póllands og skoða hann kastala Já, mér langar rosa mikið að fara þangað Þetta stærsti kastali í Evrópu, eins og þú segir Mjög áhugavert og það sýnir náttúrulega bara veldi þessari riddararreglu að því að auðvitað síðan við vorum að tala auðvitað fátaktirna og allt það er samt alltaf mikilvægt að hafa það í huga að raunveruleikin alltaf flóknar en svo eins og til dæmis sem ég notað við dæmi þegar ég verið að kenna fermingabönnum og svona að það kemur skýrt fram í Gamla testamentinu að það bannaði að gera myndir og þú ferðir í hvaða kirkju sem þá ert alltaf að fara að finna myndir af ykkur, málverk og hvað það og til dæmis að ég var prestur fyrir sunnan, þá voru meira að segja sko heiðinar myndir í þakkinu á kirkjunni af þess að vindáttunum 4, bara tekið beint upp úr norrænni goðafræði Já. En það stendur samt að það sé stranglega bannað að vera með myndir og meðan þú getur lesið kórunum, það stendur ekkert í kórunum það að sé bannað að gera myndir, það kemur ekki þaðan að það er raunveruleikin alltaf flóknari og það er þá alltaf eins með þessa riddararreglu að jú, þeir voru bláfátakir átt ekki neitt en riddararreglanu þetta var vellauðug Einmitt og svo alltaf fer peningurinn ekkert bara í stríðshesta og brynjur og eitthvað slíkt hluti af peningunum fóru auðvitað líka í góðan mat og veislur og burtreiðar og veiðiferðir og hitt og þetta sem auðvitað var nauðsynlegt líka þetta eins og með góðgerðarsamtök kannski í dag sem þurfa að eyða hluta af sínu fjármunum í að halda kannski fína veislu eða eitthvað þannig til þess að laða að sér ríka fólkið sem síðan í flottu veislunni gefur og deilir og eitthvað þannig að þú veist það er einstaf með riddarreglum þú ert að laða að þér hæfileika ríka aðalsmenn sem kannski svona nummer 2 eða 3 eða hvað það þú getur ekkert boðið honum bara kaldan klefan og brauð og vatn En þetta er svo áhugavert að því að aftur að þessu með sko að riddarreglun eða ríki riddarreglun eru náttúrulega förum við svolítið langt fram í tíman hérna eins og oft en sko þú veist þeir enda með því að þeir stofna ríki í Prússlandi og þú veist og þetta ríki allt öðruvísi heldur en önnur ríki í miðalda Evrópu vegna þess að þetta er svona ópersónlegt ríki skilur og þú veist og þeir sem að stjórna ríkinu þeir sem að stjórna eignum ríkisins, þeir sem að stjórna lendum ríkisins og herríkisins, skilur, það er ekki ykkur sem eru með einhvern persónulegan eið við einhvern greifa eða hertoga, skiluru heldur eru með ópersónulegan eið við regluna þú veist, eins og við sjáum seinna meir með nútíma ríkin skiluru, þetta er svo áhugavert þetta er svona fyrirrennara mörgu leyti nútíma ríkis eða hvað við segja svona ákveðin speilmynd eða mínimynd af nútíma ríki einhvern veginn en ok, við tölum aðeins Prússland 1200 við vorum að segja að þeir voru að í Transylvaníu Hermann von Salsa þeir byrjaði svona skipta fókus frá heilu löndunum yfir í Norður-Evrópu og það er þessi von Salsa meðal annað sem að leikur hlutverk þar eins og í mörgu öðru þarna í byrjun reglunar að því séðan er bara rétt skjóta inn að því það var líka grundvallaratriði fyrir riddarreglunar í
heiluöldunum að þegar að heiluöldin voru töpuð þá urðu þessar reglur að réttlæta tilveru sína að einhverju leyti, þurfti eitthvað landsvæði og Musteris riddararnir til dæmis, þeir áttu ekkert almennilegt landsvæði sem gáttu hörfa til. Höfðu fengið kýpur en þeir höfðu ekki byggt upp valdastofnum þar, þannig að það hlutaði okkur þeir falla á meðan til dæmis Jóhannesarriddararnir voru með Ródos og síðan Möltu setna meir. Já, þeir enduðu á Möltu, það ekki? Jú, enduðu síðan á Möltu og það þá eins með þýsku riddararregluna, þú veist, ok, þeir eru þá þarna eitthvað í Transylvaníu, það gengur ekki og þeir auðvitað, höfum við lítið heimildum það, en auðvitað að það mistekst þetta verkefni þeirra í Transylvaníu hefur auðvitað haft áhrif og af hverju þeir þá síðan gera aðra hluti í Prússlandi. Já, og það er rauninni sko svipaði sem með Transylvaníu að þeim boðið að koma. Það Konrad fyrsti, hvort hann var ekki konungur í Pólandi, hann var einhver top dog hérna í Pólandi, sant? Já. Pólska ríkið var orðið kristið ríki á þessum tíma. Já. Og sko Prússland náttúrulega það sem í dag norður Pólland, Gdansk og Kaliningrad sem þessi vasi rússa. Þetta svæði við Eystrasaltið sem náttúrulega Þjóðverjar stjórnuðu síðan alveg fram til 1945. Þann sem var barist mikið þetta núna á síðustu öld. En sko Pólverjar voru á þessum tíma náttúrulega réði ekki Prússlandi, heldur voru þar aðeins fyrir sunnan og vestan og Prússar, gömlu Prússarnir það áhugavert sko. Það var baltnesk þjóð sem talaði baltneskt tungumál sem útdauð, hún ekki útdauð í dag þessi þjóð? Jú, dó út svona 17. öld einmitt og þannig að þú veist, ef maður getur ímyndað sér ef það hefði lifað af sko, þá erum við með 4 Eystrasaltsríki mögulega. Þú veist, Eystaletta, Litáa og Prússa. Já, það er líka þetta að skjóta það í eina að það er náttúrulega Slavar og Germanir hafa náttúrulega verið að berjast í 1000 ára. Já, en Pólverjar eru rauninni þá buður riddararregluna að koma og hjálpa sér að berjast við Prússa. Prússar voru þarna, eins og segi, þeir voru notuðu náttúrulega þessi rök að Prússar voru að ráðast á sig og þeir voru að taka fólki í þrældóm og allir þessi hlutir. Og páfinn sko lýsir þá yfir krossferðum og páfinn líka veitir riddararreglunni sko, gefur henni leyfisbréf það sem að segir sko allt land sem að þið takið í Prússlandi megið þið halda. Og það var konum með löggildingu til þess að stofna ríkið þarna. Og það byrjar rauninni strax, þú veist, fyrir hluta 13. aldar upp úr 1230 og þá byrjar þetta hernám á Prússlandi og á Prússum. Þau byrja þarna í Kulm, heitir ekki Kulm, eða Chelm heitir það í dag held ég. Já, það allt eftir hver að tala það, jú. Nei, bara hlæja því þú ert með öll þessi það er fullt af þýskum nöfnum þarna og svo pólsku nöfnin og litáísku nöfnin og þú veist, það svo bara þú nefndir hérna Gdansk, það náttúrulega Danzig. Jú. Það fyrir allt eftir hvaða tungumál maður að tala og það eru margir svona staðir. Königsberg auðvitað, en þú veist, það Kaliningrad. Já, Kulm heitir borgin eða Kelmó á pólsku. Já. Sem nú svona tölvert sunna við Gdansk. Þar byrjar hernám riddararreglunar í Prússlandi og svo sækja þeir austur á bóginn inn í það svæði sem á síðar eftir að verða þekkt sem Austur Prússland. Og þá erum við að tala borgir eins og Elbing, við erum að tala náttúrulega Marieborg sem verður byggð þarna Kastalin. Já. Og síðan Königsberg kemur seinna og þeir ná svona á einhverjum 50, kannski þetta kynslóð eða eitthvað, þetta svona fram til 1260-70 þá eru þeir að leggja undir sig þetta svæði og eru rauninni búin að ná að stofna þarna ríki riddararreglunar í Prússlandi þegar komið fram undir 1300. Já. Og þessi prússneska þjóð áhugaverð, þetta náttúrulega heiðingjar, tala þarna baltneskt tungumál
og þetta svona þeir náttúrulega sko flytja inn Þjóðverja og byrja að kólónisera þetta land og síðan auðvitað eru prússneskar uppreisnir, ég man ekki hvort það var 1 eða 2 eða 3 prússneskar uppreisnir og það eru stanslaus stríð þarna og þetta eru auðvitað svona mjög skógi vaxið land og mikið af mýrum þarna og kannski erfitt að berjast en það fer auðvitað svo að þessi prússneska þjóð hún svona blandast inn í og hverfur í rauninni bara og þannig að þetta er rauninni svolítið svona nýlenduríkja vissuleiti sko. Jú, en svona hefur þetta alltaf verið, það er saman með keltarna. Keltar voru allt frá Portugal til Tyrklands. Já. Og svo í dag er, keltneski jaðarinn, það er eina sem eftir, á Bretlandsskaga og smá í Skotlandi, Wales, eitthvað eins og Írlandi, en vegna þess að, þjóðir hafa alltaf, eða fólk, hópar fólks að þetta pressað og sumir eru sigurvegarar og aðrir taparar og Þýskalandi þetta var mjög langt að við komið þetta með að leggja undir sig stóran hluta með Evrópu og Austur-Evrópu og það endar ekki fyrir bara 1945 enda ég man ekki hvort það voru 20 milljónir þjóðverja hraktir úr Austur-Evrópu eftir stríðið. Já. Ég held að sé eitthvað það en það getur séð sko þú veist að korti yfir Evrópu 1945 þá þjóðverjar fyrir og eftir er mjög áhugavert af því þetta er einhverju mestu fólksflutningar sögunar Já og auðvitað þessa þjóður verið að þessir hópar auðvitað verið að berjast yfir lengri tíma en jú algjörlega og þetta er náttúrulega ástæðan fyrir því af hverju það var mikið af þjóðverum setna mér í öllum þessu Eystrasaltslöndum Ríga til dæmis var þýsk borg þannig séð langt fram eftir algjörlega, en sko þetta byrjar auðvitað ekkert þarna, þetta er náttúrulega þetta Ostsiedlung sem er svona þetta hugtak svona, þessi svona sókn þjóðverja í austur sem að maður geti mögulega séð sem svona samhangandi fenómen, þú veist, allt frá miðöldum og til 1945 algjörlega þú veist, Dragnach Osten og svona þessi svona sókn austur á bóin og þú veist, allir missi svo um 1100 þá er sko þá eru þjóðverjar ekki ennþá búnir að sækja inn í svæði sem setna varð ríkið Austur-Þýskaland til dæmis, þú veist, þá eru þeir að sækja inn í það svæði skilur þýskumælandi fólk og eins til þess mikið að hafa landafræðin í huga því þú veist, það eru engin náttúruleg landamæri þarna jú, þú benda á hverja ár en þú veist, ár hafa aldrei verið landamæri þannig séð, þetta þvert á móti hafa verið þjóðvegir Jú, það er ekki fyrir 1945 sem að þú segir bara, já, nú er óder landamærin nákvæmlega og þannig verður það og þarna í Austur-Evrópu eða mið-Evrópu, Austur-Evrópu það er náttúrulega bara heilmikill skógur líka sem var þetta ryðja og rækta og þannig að þetta er náttúrulega hlutað því náttúrulega að, hvað var að segja þróaðara bændarsamfélagi í Þýskalandi eru þetta þó að sækja austur og leggja undir sér land og byggja upp landbúnaðarsamfélög og slikt eins og við sjáum bara Rússar gerðu á sínum tíma eða Bandaríkin auðvitað og sóknin vestur og þá auðvitað eru taparar í þeirri sögu og þýska riddararreglarnu auðvitað vann statt á stöðugt að því að brjóta undir sér land og bjóða landnemum að koma til sín, byggja upp bæi, auka ræktun til þess auðvitað þá hafa ennþá meira fjármagn til þess að halda út í hernaðarmaskjunni og slikt og svo líka, það sem er svo áhugavert líka þetta formið sem kom á líka þessa herleiðangra því þeir kölluðu þetta Ræsan eða eitthvað Ræsen, já, það sem að þá ungir strákar auðvitað hver sem en oft ungir aðalsmenn gátu haldið þarna í stríðstúrisma þessa tíma þetta var svona túrismi þetta var hernaðarleiðangur en svona eins örugur kannski og hernaðarleiðangur gat orðið og þarna gastu þá sendt strákinn þinn og þarna gat hann orðið að manni gat prjúfað sig hans á vígvellinum og það voru burtriðar líka og veislur og hvað og þetta var bara skipulögð stofnun Já, þetta voru sko, og þetta var mikilvæg tekjulind fyrir riddarregluna því þessi gaurar borguðu vel fyrir sig þetta voru aðalsmenn frá Vestur-Evrópu og frá Englandi og framtíða konungar sem komu þarna og fóru í svona litlar krossferðir
og þá eru þetta líka komin fram á kannski 14. öldina sem kannski svona hápunktur Riddararíkisins þegar einmitt allt búið þarna í heilugu Londonum á þeim tíma sko. Já. Og þá Eimir ennþá af þessari hugmynd skilur, þú getur látið gott að þér leiða með því að fara í krossferð og þú getur einmitt nota þetta til þess að búa til nafn fyrir sjálfa þig sem aðalsmann og svona þannig að þú veist þessi gaur að geta farið þarna og já, borga vel fyrir sig og fá þá þú veist eitthvað gæt með sér í ykkur svona árásarleiðangra inn í skóginn og stundum voru þeir þá heitið þeir þá fyrir einhverja baltneska eða litáeska þjóðflokka sem þeir voru að berjast við sko. En þessu hefur þetta verið lýst svolítið, þetta var túrismi svolítið gott orð vegna þess að þessu hefur verið lýst sko sem mjög svona svona controlled environment sko. Þú veist, riddararnir segja sko ok, nú ætlum við að fara þangað, við ætlum að gera svona og þú veist, og þú kemur með skiluru og það passa upp á að það ekki þú ert aldrei í neinni lífshættu sko. Við getum búið þetta saman með eitthvað svona safari leiðangur, við ætlum að fara að skoða ljónin og þú veist, það smá hættulegt að gera sjálf en þú veist, auðvitað öllu stýrt. Já, einmitt og ég held að það hefði ekkert verið mikið einhverjar svaka orustur oft kannski en eitthvað þetta líka en mér langaði til að þess að bara því þú veist að nefna þetta með þú veist, sagan þannig að þú veist, þjóðir rísa og þjóðir falla og það er alveg rétt hjá þér sko, en það samt ákveð element sem að kannski svona sem þú getur séð sem ákveðin svona fyrirrennara kannski af svona stefum sem við sjáum seinna eins og með nýlendustefnuna eða með imperialisman eða með svona sókn Þjóðverja seinna inn í austrið sko og sem við sjáum til dæmis undir nasismannum sem þá þetta þú veist þessi svona mest öfgakenda versjónið af sókn Þjóðverja í austur það sem þú þetta bara með þjóðamorð og viðbjóð sko að þú ert svona með svona einhvern veginn svona reglu sko sem að með svona viðhorfið sko, þú veist, við erum hérna til þess að berjast gegn heiðingjónum sem eru, þú veist, að vissuleiti sko að lægra stigi en við, skilur því þeir eru heiðingjar, þú veist, það sem nýjasta og flottasta í Evrópu á þessum tíma náttúrulega er þá, þú veist, trúin og kirkjan og það skilur og þú veist, og síðan auðvitað verða þess að þjóðir hverfa þær svona út, skilur þannig að svona, þú getur alveg séð ákveðin sko tengsl við það sem kemur seinna. Já, samanlega það. Í þessari baráttu Þjóðverja og slafa þess að Þjóðverja voru oft með þetta viðhorf, skilur við erum æðri siðmenning heldur en slafarnir sem þá sama og þú sér síðan auðvitað í nýlenduríkjónum þegar þú veist frakkar og bretar eru í Afríku með álíka viðhorf. Já, það er alveg rétt, það er alveg langa línur hérna. Já. Og svo náttúrulega þetta þegar að riddarreglan þarna komin upp á sig á svona hápunktinum auðvitað þá verður þetta erfiðar að halda þessu út náttúrulega líka út á því að þessar þjóður eru að taka upp kristnihætturóli eins og ég nefndi með Litáa og slíkt. Já. Og svo náttúrulega líka hefur náttúrulega nefnað líka það náttúrulega var líka þessi lífónska reglan ef hvað kallum þá í Íslandi og Lettlandi. Já, það er það sem að heitir Lífland eða Livónia sem cirka Lettland í dag og svo ertu með Kúrland sem er cirka það sem að Litáin er núna og á 13. öld sko þá eru krossfarar komnir til Líflands þetta er sverðbræðrareglan sem að var svona krossfararregla önnur og það er biskupinn í Ríka sem er komið á fót og hann í rauninni stjórnar sverðbræðrareglunni. Biskupinn í Ríka verður snemma mikil valdastofnun í Líflandi eða það sem er í dag Eysturhaldsríkin og sverðbræðrareglan er þar að berjast við heiðingja á því svæði og síðan auðvitað koma náttúrulega Novgorod rússar austan megin við og þar verður ákveðin núningur og síðan gerist það árið 1237 að sverðbræðrareglan er sko hvað heita þeir Order of the Livonian Sword Brothers þeir sko saminast þýsku riddarreglunni
Já, og þá í rauninni tekur riddarreglan upp svona þeirra baráttu þar við heiðnar þjóðir og síðan náttúrulega við Novgorod-Rússa sem eru náttúrulega ekki heiðnir, heldur eru ortodox. og til dæmis, ég var nokkuð búin að skjóta það, ég var að skoða þetta, ég hef ekki séð myndina en það er fræg sovjask bíómynd sem heitir Alexander Nevsky. Einmitt. Hún fjallar einmitt þetta, árás þýsku riddarreglunar á einmitt Novgorod. Myndin er gerð 1938. Já. Hún fjallar þá Alexander Nevsky sem lifði 1220-1263. Og þetta er mikilvægt að nefna vegna þess að þetta er þetta lifandi í sögu þessa svæðis en þann dag í dag. Algjörlega sko. Þýska riddarreglan og allt þetta og já, krossfarir og innrásir og þú gerir þetta og ég gerir því svona og allt þetta og mjög áhugavert að og Sovjetríkin hafa ekkert sem var gert af tilviljun. Nei. Hvað við komum því að búa til einhverju bíómyndir eða hvað var skrifað eða hvað var í Sovjetríkjánum. Það er ekki tilviljun að þeir eru með þessa mynd. Sko þetta heitir Orustan á ísnum eða ekki? Jú, minnum við, jú. 1242 þá sem sagt þá réðust einmitt þýsku riddararnir á Novgorod og þetta var hérna einmitt á ísnum að þetta var á frosnu vatni og svona. Rússarnir unnu þessa orustu, eða ekki? Jú. Og hérna getum við auðvitað séð náttúrulega hvernig sagan er notuð alltaf í nútímanum að Rússar notuð þessa sögu alltaf sem svona og þetta passar inn í þetta rússneska stef sem er sko aggressívar þjóðir í vestri að ráðast á okkur og gera innrás í okkar land og við sláum þá tilbaka sem er auðvitað svona stef sem við sjáum svo oft í rússnesku sögu. Og lifir í en þetta í dag. Já, lifir en þetta í dag. Já. Og þú séð sérstaklega mynd á þessum tíma, hvað ár sagði þessi mynd kom? 38? 38, já. Einmitt, þá erum við að tala sko náttúrulega rétt áður en seinni heimsstyrjaldi byrjar. Já. Og þannig er mjög mikilvægt sko fyrir Rússa þetta, þá er sko, þetta á þeirra þjóðverjar gerðu innrás í Rússland og Rússar slóðu þá tilbaka, fattarðu? Spila á þetta svona þjóðverðinni stef sko. Já, algjörlega. En það held ég nú reyndar að, ég get nú tjekkað á því en hvort að í Molotov-Ribbentrop samningnum sko, þá var eitthvað að tala eða sem afleiðing af því sko, þá var eitthvað að tala að menn ætluðu eitthvað að hætta að sína þessa mynd eða hætta að spá í þessari mynd eitthvað. Já. Að því hún náttúrulega beint þessa baráttur þjóðveri og Rússa sko. Já. Þetta er áhugavert. En þeir eru lögðu undir sig öll Eystrasalöndin svona þeirra framliðu stundir. Já. Þýska riddarreglan og svo fenguðu líka náðu þeir hérna Íslandi næsti parturinn af þessu. Þeir réðu Gotlandi á tímabili. Já. Og svo náðu þeir eftir 1300 þá náðu þeir yfirráðum yfir það sem að síðar var Vestur-Prússland sem er þá eða Pomeralia sem er þetta svæðið sem Gdansk er eða Danzig. Já. Og þá er runni þýska riddararegluríkið á hápunktu sínum svona á 14. öld. Þá ráðu þeir yfir alveg mjög stóru svæði og eru síðan með svona landamæra deilur við þjóðir og þá rís fram sko Litáen sem þetta, eins og þú sagðir áðan, þetta síðasta heiðna landið í Evrópu. Sko Litáar kristnuðust ekki fyrir seint á 14. öld. Já. Það er mjög seint. Það er mjög seint. Það þú veist, meira að segja á Norðurlöndunum, þú veist, hvað Svíarnir voru síðustu held ég, 1030. 1030. 1387 sé ég hérna, er árið sem að Litáar. Nei, ég er blandað saman. Norðmenn eru 1030 og Svíarnir eru aðeins seinna en það. Já. Þannig að þú veist, Litáar voru mjög seinir. En svo náttúrulega líka, við myndum að nefndu þetta Pólland inn á milli, en náttúrulega það sem að gerist líka þetta er að pólska ríkið, hægt og rólega á sama tíma, var líka að styrkjast. Algjörlega. Og það er náttúrulega stór hluti síðan af, falli riddarreglunar. Já. Eru þetta styrking pólsku krúnunar og ekki minnst að þetta síðan þetta pólsk-litáiska bandalag. Já. Þar sem Pólland-Litáin varð, eitt stærsta og öflugasta ríki Evrópu. Tíma. Það var gríðarlega, það var svona intermarum. Já. Það náði frá Eystrasalti og að Svartahafi. Og hvað var það, 200-300 ár eða eitthvað líka sem það var og hér sjáum við náttúrulega þetta svona hvernig við förum frá miðöldum yfir í nútíman
fall riddararíkisins svona upp úr á 15. öld. Já, og það hangir þetta líka saman með siðaskiptin. Já, af því að sko þú sér, þetta líka við sjáum þetta annars staðar, það sko riddarinn að verða sko úreltur sem hernaðar þú veist, og þú ert í staðinn að fara að fá sko fallbyssur. Já. Og svona þessar miðaldareglur byrja að vera meira og meira svona irrelevant á þessum tíma. Þú verður með eitthvað skítugan bónda og látið hann fá eitthvað frumstæða byssu og hann getur bara skotið riddarann niður. Já. Það var þetta búið. Og svo sjáum við, þannig að það þessi þættir sem að verða hruni riddarareglunar að þú ert náttúrulega með sko vöx Litáen og Póllands. Sko Pólverjar höfðu náttúrulega alltaf áhuga á þessu svæði sem þessu Vestur-Prússlandi og Gdansk og þegar riddarareglan tekur yfir það svæði og er rauninni samin og þá komið með sko samhangandi landamæri við heila Rómska ríkið sem í Pommern. Sko það fer illa ofan í Pólverja af því að það er náttúrulega talsvert af Pólverjum sem búa á þessu svæði. Nú ég að tala ef fólk ímynda sér kortið af Þýskalandi svo það var eftir Versalsamningana, þú veist það þessi brúin á milli Austur-Prússlands og restin af Þýskalandi sem að Danzig var. Já. Þar bjuggu alltaf mikið af Pólverjum og Pólverjar höfðu svona áhuga á því að stjórna því landi enda mjög mikilvægt alltaf fyrir Pólverja, þú veist, að hafa aðganga að Eystrasaltinu. Já, algjörlega. Og gegnum þessar ár og þarna skilur og það eitthvað sem að Pólverjar höfðu áhuga á, þú veist, á 14. og 15. öld alveg sem þeir höfðu áhuga á því á 20. öld. Já, það breytist ekkert, sko. Það breytist ekki, nei. Og þannig að þeir fá nýja óvinni sem eru Pólverjar. Svo þetta gerist það að hinn aðal óvinnurinn Litáen, nú erum við alltaf búin að fara mjög hratt yfir sögu þetta. Já. En Litáen sko voru þarna alveg einhver margir áratugir sem var þessi litáiska krossferða sem alltaf verið að berjast við Litáa, svona þegar þeir kristnast þá það, þú veist, fellur það út á borðinu sko. Og svo náttúrulega breytingar í tækni að þú veist, riddarinn verður svona gamaldags. Og allt þetta leiðir til í rauninni svona, þú veist, erum við með svona djúpstæðar ástæður sko, svo ef við förum í svona þessa litlu atburði í sögunni, þá getum við bent á orustuna við Tannenberg 1410. Já. Líka kölluð Grunwald. Sem er svona vendipunktur í þessari sögu, það er svona Stalingrad eða Já, það er þeirra Stalingrad. Það er þeirra Stalingrad þeirra sem sagt Pólland Litáen gjörsegrar riddararegluna í sko einni af stærstu orustum miðalda. Ég held að þetta sé bara topp 10 stærstu orustar miðalda. Það voru sko þjóðverðirnir voru með sko 15.000 riddara, getur það ekki verið? Hugsa sér. Google þetta. Nei, 1914, það var önnur orusta 1914. Nei, þessi orusta er líka Grunwald, þeir kalla þetta líka Tannenberg. Það er mismönd eftir þjóðum sko. Já. Þjóðverðir að tala Tannenberg en ég held að Pólverjar að tala Grunwald og síðan Litáar kallað eitthvað annað. Já. Þetta er að því þú veist það er öll þessi tungumál og mismöndi hvað maður að kalla þessa staði. En Grunwald er nú þýskt orð því það er ekki græniskógur. Jú. Það er það. Salgíris getur það verið þessi sem að Litáar kallað Salgíriómúsis. Jú, ég sé það hérna. Já. En allavega þetta var gríðarlega orusta 15. júlí 1410 sko, já 16 til 39.000 segja þeir hérna á Wikipedia að Pólverjar og Litáar hafi haft og meðan riddarreglan var með 11 til 30.000 manns. Já. Og þetta er rauninni svona algjört wipe out. Þeir missa þarna sko alla sína leiðtoga. Stórumeistarinn er feldur í orustunni og sko Pólverjar taka held ég 15.000 stríðsfanga. Pældu í því hvað það er mikið. Já, það er ópaslega mikið. Og á þessum tíma. Já, og það sem þessi orustarinni segir sko líka er að þýska riddarreglan þessi öfluga stríðsmaskína sem búin að vera hérna að ráða lögum og lofum hérna í Prússlandi og í Eystrasaltinu
hún ekki jafn öflug og allir halda og hún getur tapað í svona gríðalegri orustu sko. Já. Og í rauninni eftir þetta sko þá í rauninni þýska riddararreglan svolítið búin. Það svona í rauninni hnignun bara eftir þetta. Já. Og því síðan líka kemur náttúrulega í kjölfarið á þessu líka ekki bein aflegging þessa en náttúrulega bara aðrir aðra þróunu þetta í Þýskalandi sem náttúrulega eru þetta siðaskiptin og þar sem að Martin Luther þetta gaggrínir munkalífið og einhver og svo var stórmeistari á þeim tíma hann talaði nú meira svo við Martin Luther sem hann ráðlaði honum nú að hætta þessu rugli og því það sem gerist það að innan þýsku riddararreglunar sáuður í hvað stemdi þannig að það var tekin vilju eða það var ákveðið og það var vilji fyrir því að afhelga regluna kannski hægt og rólega þar sem var mælt með því að fá eitthvað son, eitthvað furstason eða eitthvað aðalsmann frá Þýskalandi til þess að taka við reglunni og það var alltaf til þess að styrkja tengslin við heila rómarska keisaradæmið og auðvitað líka til þess að sækja auðvitað meiri stuðning frá Þýskalandi en það auðvitað leitið til þess að þeir sem voru valdir síðan unnur náttúrulega bara ennþá meira að því að afhelga regluna og þetta segja heilmikið hvernig það gerist en það í stuttumáli auðvitað að eftir því sem þú færð nýja leiðtoga sem vilja afhelga siðaskiptin þar sem að siðaskiptin ná yfirhöndin á þessu svæði leitið þá til þess að þessi riddarar þá lögðu niður skýrlífi og þessi riddararregla hægt og rólega var alltaf bara gerð að veraldlegu ríki og svo það með þetta að segja að veraldlega ríki sem sé að Hohenzollern ættin náði síðan á sínum tíma til þess að ná sér í konungstign þannig að það getur verið konungar líka eins og Habsborgarnir sem auðvitað setti tíma saga og síðan sem Prússland kemur upp úr öllu því og ekki minnst að þegar við tölum ímynd þá var erfiðar og erfiðar fyrir þýsku riddarregluna að fá nýja riddara og hermenn vegna þess að ímyndin var að breytast Litáur voru búin að taka kristni svo náttúrulega þessi orusta krossfarar hugmyndinu það var hægt og rólega að deyja út þannig að riddarreglan þurfti alltaf meira og meira að ráða málaliða og treysta á málaliða sem auðvitað var mjög viðkvæmt vegna þess að málaliðarnir það var léttar auðvitað að kaupa þá og slíkt en það allir með sleiti til þess að málaliðar sem höfðu haldið þarna austur eftir þeir hægt og rólega urðu til þess að júnkerunum sem setna mér voru svo öflugur valdahópurinn af Prússlands ákvæðlega þessir ríku landeigundur í Prússlandi þannig að þá sjáum við líka þessar löngu línur algjörlega sko eftir orustuna við Grunwald sko þá það sem að rauninni verður banabið til reglunar svona getur maður sagt sko að þeir þurfa að borga alveg gríðarlega miklar stríðskaðabætur Pólverjar og Litáar náttúrulega nýja stórveldið á svæðinu og þeir sko þess við sögum, þeir tóku 15.000 fanga í þessari orustu og það sem að gerist þarna eftir að þeir þurfa að borga þetta svolítið svona að tala um Danmörk og Svíþjóð það komið inn í þetta svona líka svona efnahagslega kúgun sem að hefur gríðarlega íþyngjandi áhrif á ríki og það talaði það allir mis bara það að þeir þýska regluríki þurfti að borga svo rosalegar summur til Pólverja og Litáa eftir þessu orustu að það eiginlega varð þeim bara banabiti þeir þurftu að hækka skatta gríðarlega mikið þeir voru hættir að fá tekjurnar frá ræsen túrismannum og þeir þurftu að hækka skatta sko á sín lönd og það kom mjög illa á þessum borgum Danzig, Elbing þessar borgir sem að voru svona vanar að hafa sitt svona sjálfstæði að þannig vera svolítið svona og þetta auðvitað eitthvað sem við þekkjum auðvitað úr þýskri sögu það svona þessar frjálsu borgir sem að hafa svo mikið vald sko og miklar verslunarborgir auðvitað náttúrulega
var mikill peningur þarna á þessu svæði, þú veist það hérna raf, þetta náttúrulega þeir sem að ráða Prússlandi þeir hafa nánast einokun á rafmarkaðnum eða amber, það hérna svo allir sem hafa farið til Gdansk hafa séð það bara raf allstaðar Já, Ríka, það var raf allt mitt á Ríka líka og hérna og síðan auðvitað var líka kornútflutningu frá þessu svæði til Norður-Evrópu til dæmis til Skandinavíu, þannig að það voru alveg peningar að fá þarna en borgirnar fíluðu ekki þessa skattheimtu Nei. Og í stuttum máli þá getum við sagt að að borgirnar snúast gegn reglunni þær byrja að plotta með Pólverjum og ganga til liðs við Pólverja á Litáa, þess að það kallað hérna prússneska sambandið eða eitthvað sem eru svona nokkra borgir sem taka sér saman og gera uppreisn og fá stuðning frá Pólverjum og þá verður hérna agalega langt stríð sem að kalla 13 ára stríð sem að hjálpa til við að veikja stöðu riddararegluna mjög mikið. Þetta á 15. öld og síðan svona endingu þá svona banabitin eða það sem að hvernig þetta endar allt saman 1525 þá ertu með Albert af Brandenburg sem að síðasti stórmeistarinn í Prússlandi. Hann sem sagt þess að þú segir tekur upp Lúterstrú og afhelgar ríkið og gerist hertoginn af Prússlandi. Þannig að þetta verður að hertogadæminu Prússlandi og þá erum við að tala það svæði sem að verður síðar Austur-Prússland, það hertogadæmið Prússland og svo það svæði sem að seinna var Vestur-Prússland, það sem að Gdansk það var hluti af Pólska ríkinu bara eftir þetta. Já. Þetta voru auðvitað ákveðin svona, þetta voru lén þau voru í svona léns sambandi við pólska konungin, höfðu náttúrulega svona sín réttindi og ákveði sjálfstæði og lög og svona eins og var alltaf á miðöldum, en þetta voru samt menn pólska konungsins þannig séð í svona léns sambandi við pólska konungin eftir þetta. Og þá líka alveg vert að nefna það að pólska konungstæðum náttúrulega var mjög sérstakt fyrir þær sækir að það var kosið alltaf konungin. Aha. Það var ekki erðaríki. Okay. Og það var mjög svona dreifstýrt ríki. Já. Þannig að ég hef ekki kynnt mér það nákvæmlega en ég nokkuð vissum að ef maður kynni sér það að þá hafi menn séð sér með hagsmuni í því að vera frekar að tilheyra eða í sambandi við eitthvað svona dreifstýrt ríki eins og pólska ríkið frekar en að vera alltaf með þýsku riddarregluna sem er mikið miðstýrðara. Já. Það er alltaf stór hlutaði, í stuttumáli af hverju menn völdu Noregs konung í staðin fyrir að velja einhvern íslenskan konung. Það er hagsmunur í því að hafa það sér langt til konungsins. Já. Eða eins og, svo sem með 2 herra ekki með neitt. Já. Eins og nefndi líka. Þannig að það alltaf var hluta því sem gerðist, en reglan sjálfsamt, þetta er mér líka áhugavert, það jú, hún að missir þessi landsvæði sín þarna í Prússlandi og allt það, en regla lifði samt þetta af og höfuðból reglunar sem var einhvers staðar í Þýskalandi, ég man ekki einhvers staðar í Rínalöndunum, hún lifði allt fram til 1809 þegar að Napoleon slátraði þessu öllu. Já. Og ennfremur þá var höfuðstöðarna bara fluttar þaðan til Vínarborgar, þar sem að höfuðstöðarnar eru enn þann dag í dag. Þetta er náttúrulega, hún er ennþá til regla. Hún er ennþá til þessi regla. Þetta var hún hérna, var þetta ekki þannig að þetta, Habsborgarakeisararnir svona eins og með hennan forna menningararf í Þýskalandi líka heila rómverski titillinn og titillinn stórmeistari þýskureglunar, þetta varð að svona stássi fyrir Habsborgarakeisarana þegar framliðu stundir. Já, einmitt. Þú veist, þetta var svona hluti á titlarununni bara og þeir heldur og þess vegna er höfuðstaður reglunar í dag í Vín. Já. Held ég að sé ástæðan fyrir því að Já, og í dag er þetta ennþá góðgerðamál en og eru með titla og eitthvað svona en auðvitað, þú veist, heiðustitlar og eitthvað þannig. Já. En það er líka að nefna það að musteristillarreglan er líka til.
Það Ég komst nú á því að ég þekki mér þess að meðlum í mystery-sittara-reglunni og það er svona, ég gæti orðið meðlumur þar ef ég vill. Ég vil ertu vel tengdur maður. Það ég vera, það var áhugavert maður. Í mystery-sittara-reglunni. Já. En býtu, hefur það ekki verið voðalega mikið tengt við svona öfgahægri ofbeldis? Nei, ekki þetta. Var ekki Breivik með þetta? Já. Kallaði hann sig ekki mystery-sittara? Það getur vel verið, en hann saði náttúrulega svo margt en þessi regla, þetta er bara auðvitað góðgerðar mál sem reglan að sinna. Já. En það er líka eins með Jóhannesarrittarana, þeir eru líka ennþá til. Það? Það er já, þeir eru ennþá til. Á Möldu? Já, ég held að séu meira á Möldu. Ég skal segja eitthvað það. Já, gaman að þessu gamla, sko. En svo líka, talandi þetta gamla, ég bara verða að skjóta því hann mann setti Blackwater. Já. Öryggisfyrirtækjunni sem var í Írak. Já. Hann Erik Prince heitir hann sem stofnaði held í Blackwater. Já. Og það hefur verið mikið umræðinni Þetta var verktaki, var það ekki sem að bandaríski herinn réði í Írak? Svona öryggisverktakar, í raun og veru bara málaliðar. Einmitt málaliðar, já. Og hann Erik Prince er þess að einhver fyrir Navy SEAL og hergaur og eitthvað svona. Og hann hefur verið hans í umræðin í tengslu við þetta ofsóknir gegn kristnum mönnum í Nígeríu. Og meðal annars það var í fréttanum hérna bara fyrir 200 síðan eða eitthvað. Það var 200 kálskum börnum rænt í Nígeríu. Já. Og ég held að Nígeríu er það land þar sem að langt flesti kristnir eru drepnir á hverju ári. Já. Og þetta tengist þýsku riddarreglunni óbeint því Erik Prince er þetta búin að vera að vinna að því að byggja upp eða koma laggjarnin einhvers konar öryggissveitum eða hvað viljum kalla það í Nígeríu. Og þá er ég með að veltaði fyrir mér hvort að við séum núna að fara inn í nýja tíma þar sem að svona það er ekki þetta eina stórveldi sem ræður eða það eru mörg stórveldi og það er svo dreifstýrt og allt þetta hvort að sé einhvers konar ný víglingna hins Krista heims að rísa í Nígeríu hvort að því hann er bókstaflega búin að hafa samband líka við páfan og beðið páfan stuðning. Já. Þannig að það spurði hvort að hann páfin kalla eftir nýri krossferð til Nígeríu og hvort við munum sjá riddarreglur í Nígeríu. Það er spurning sko. Svo erum við náttúrulega með þess að rússnesku málarliða í Afríku líka og það Wagner og... Já. En býtu, ég hef nú alveg ekki stundu talað að þetta minnir mér svolítið á svona hugmyndir að kannski erum við að fara inn í svona ný fjúdalistisk samfélag sko. Já. Núna þegar sko þú fer að fá aftur svona þessa gríðarlega öflugu einstaklinga svona eitthvað svona warlords sko, þú veist, sem að eitthvað neginn og svona sumir eru að spá því sko að það sé svona samfélag sem að því við erum að fá næstuði komin hring sko. Það er eftir málið. Þess vegna finnst mér þetta svo surrealist og hálfu þetta komist að hugsa til þessu, þetta hryllingur hugsa ofsóknirnar og allt þetta í Nígeríu en þú er komið með sko bandaríska málarliða að tala við páfan og beðja stuðning í persónulegum hernaði sínum gegn íslamskum öfgamönnum í Nígeríu, þú veist, þannig erum við komið bara full circle, við erum komið. Já, og líka þetta með sko, þú veist að þú sér skilur sko lénskerfið á miðöldum sko með þessum sterku öflugu einstaklingum, stríðsherrum sem að síðan sko konungurinn er að beisla og úr verður einveldisríkið sem verður að þjóðríkinu, sem verður að stórveldunum, en síðan sko eftir seinni heimsstyrjöld sko, þá nær þjóðríkið hápunkti sínum en síðan byrja að brjóta það niður svolítið. Já. Og núna erum við komið með svona, erum við að byrja að fara inn í svona, þú veist það svo með þessa ofboðslega ríku og valda miklu kalla. Já. Skilur við sem að eiga þessi og ég er alveg vissum alltaf með svona svo Elon Musk og svona, veist, hann vill verða svona eins og Lex Luthor eða eitthvað skilur við. Þessi svona, þú veist, ofboðslega ríku ólíkarkar sem að gætu ef þið vildu stofnað her bara og gert það sig vilja sko. Og eins og bara með Bill Gates, þú veist, Bill Gates er búin að vera með puttan í hinu og þessu og búin að stýra til dæmis hvernig alþjóða heilbrigðisstofnurinn hefur skipt sér hinu og þessum málum og hann er einmitt svona stórkall og auðvitað eins Elon Musk og Jeff Bezos og allir þessi, þú veist, þetta er þetta menn sem geta auðvitað líka komið sér upp engaherrið eða vilja. Einmitt.
og það náttúrulega voru áhugavert að sjá þessi öryggisfyrirtæki sem við kannski byrjuðu upp úr sérstaklega Íraksstríðinu, allt í einu varstu komið með eitthvað svo Blackwater sem voru með held í 1000 hermanna sem að bara málaliður þetta og eins og þú nefndir líka, rússar með málaliða hér og þar í Afríku og líka málaliðarnir í Úkraínustríðinu. Já, þetta svona þessi dystopíska framtíð sem að maður getur séð fyrir sér svolítið. Já. En heyrðu, það önnur saga. Ef við förum aðeins aftur að Prússlandi, bara nefna það að arfleið þýska riddara ríkisins náttúrulega svo að þetta þróast út í hertogan af Prússlandi sem að verður þá lénsmaður pólska konungsins í einhver 100 ára í Líflandi eða það sem í dag Lettland og Ísland og Litáin, þessi sveiði þar auðvitað var líflenska greinin af riddarareglunni. Hún var alltaf svolítið svona þetta var skipt svolítið í tvennt það var riddarareglan í Prússlandi sem var með sinn eigin landmæster og síðan varstu með riddararegluna í Líflandi sem var með sinn eigin landmæster, þannig að þetta var svona pínu aðskili hvernig þetta var rekið. Hún lifði aðeins lengur nokkur ár, 1561 hún lögð niður 50 árum, cirka 40 árum eftir að Prússland verður að hertogadæmi og þá verður það að hertogadæminu Kúrland og það sem áhugavert hérna, svo þú komst aðeins að þessu með Junkerana að allir bræðurnir sem höfðu verið þarna elítan í riddarareglunum á þessum tíma þegar þetta að breytast þeir smátt og smátt þeir fá þá eignir landareignir og síðan þessi málaliða sem þú talaður líka og úr verður þá þessi landeigenda stétt þýskumælandi landeigenda stétt manna sem eiga rætur sínar í riddarareglunni sem að þá hætta að vera munkar og gerast bara venjulegi landeigundur fá sér konur og eignast afkomendur og koma á fót ykkur svona landeigenda dænastí og þetta gerist bæði í Prússlandi og síðan líka í Kúrlandi eða Eystrasaltsríkjunum og þarna verður til svona heldur áfram að vera svona þessi þýska landeigenda stétt í Eystrasaltsríkjunum sem að lifði alveg fram að fram á 20. öld og þetta sjáum við síðan auðvitað þegar að Þjóðverjar sækja þarna í Austurveg þá eftir fyrir heimsstyrjöld og gera Eystrasaltsríkjana sínum leppríkjum og svona þá eru þetta mikið af Þjóðverjum þarna og svona þýskumælandi landi og ég veit nú svo mikið hvað varð þá í Eystrasaltsríkjana, hvort þeir voru reknir allir í burtu eða hvort þeir bara blönduðust eða hvernig það Nei, voru allir reknir út Náttúrulega í byltingunni hafa þeir vantanlega verið náttúrulega teknar allar eignir af þeim vantanlega Jú, og svo náttúrulega, ég var líka okkur sem eftir setni heimstyrjöld, þá voru allir þessi Þjóðverjar reknir, þess að volgu Þjóðverjarnir voru reknir út og það var náttúrulega bara Rússlandi og Síbenburgar Þjóðverjarnir í Rúmeníu og það var allt hreinsað, enda þess svona sér bara skýr landamæri eftir seinna stríð. Þessum Þýskalandsvandinn var leystur. Já. Ég held að það kallar þetta svolítið á að við tölum aðeins meira Prússland og þetta svona þetta engangurinn að risi Prússlands. Já, algjörlega, það var nú gaman. Og ég held að við þurfum algjörlega að taka framhald af þessum umræðum og ræða það. Königsberg þetta var höfuborg reglurnar og höfuborg þessa ríkis og sem hafa áttið síðan eftir að vera mikið höfuból og nú kannski ekki það lengur frekar svona dapurleg borg í dag Kaliningrad held ég ég held sem frekar dapur þar var ekki líka borgin var ekki eyður og var ekki þurrkuð út eftir setja stríð þannig að það ekki bara eitthvað svona sovjet blokkir það kannski fordómar að vera að segja það ég býst ekki við það sé eitthvað annað en það þetta svolítið viðkvæmt mál fyrir marga þessi málu, þetta bæði fyrir Þjóðverja sem að náttúrulega milljónir Þjóðverja í dag sem eru afkomendur fólk sem var rekið í burtu og síðan auðvitað náttúrulega milljónir í Pólandi og í Eystrasaltsríkjunum sem að náttúrulega eru fórnarlömb þýskrar algjörlega
Já, En svo til dæmis bara með Königsberg var jafn þýsk og bara eins og Reykjavík íslensk já en þú veist, allir hræktir út, það var ekkert eitthvað þannig, það var eitthvað risastór pólskur með innihlutuhópur eða eitthvað þannig, þetta var bara gjör svona þýsk borg, jafn þýsk og Berlín eða Hamborg eða hvað það var Mitt. en þetta skiljanlegt að út frá sögunni að fólk hafi verið hrækið út en auðvitað var þetta mjög sárt fyrir Þýskaland og auðvitað afkomendur fólks í dag sem þekkir þessa sögu og ólst upp við þetta amma og afi eða amma talaði það þegar hún var hrækið frá Sílesju og fekk aldrei að fara heim aftur afi talar það þegar hann var lítill strákur og var hrækinn frá Königsberg, þú veist þessa sögur auðvitað til í Þýskalandi í dag Algjörlega og bara svona talandi þetta bara mjög oft þegar maður tala við Finna þá kemur sko þetta upp með Karelíu það er alltaf einhver sem á einhver sem þekkir einhver sem tengist því þegar fólki þurft að flýja frá Karelíu þannig að þetta situr í fólki eðlilega Já, gerir það Já Hörðu, þetta kannski ágætt hjá okkur í bili mjög áhugavert málefni og svona brú frá miðöldum yfir í nútíman og hér eru beina línur áfram inn í 2000-öldina Algjörlega Einmitt Herðu, þá segjum við þetta gott hér af hlaðarpinu söguskoðun í dag við snúum hér aftur í næsta þætti og ræðum eitthvað annað málefni eða jafnvel að við tökum áframhalda þessum umræðum það kannski getur verið sniðugt að við gerum það við sjáum til hvað það verður við minnum hlustendur á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com og söguskoðun@gmail.com sem netfang þáttarins við erum líka á Facebook og það hægt að nálgast hlaðvarpið á öllum helstu hlaðvarpsveitum og minnum einnig hlustendur á að ef að menn vilja styrkja þetta góða starf sem við erum að gera hér í hlaðvarpinu þá hægt að gera það með því að bjóða okkur upp á kaffibolla eða því sem ígildi þess að því sögðu þökkum við fyrir okkur hér í dag og sjáumst fjallhress í næsta þætti verið sæl